Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál. 30. janúar runnin upp, stór og mikill dagur fyrir okkur Íslendinga. Förum betur yfir það hér rétt á eftir. Í gær bárust okkur hins vegar von tíðindi úr mælingum Hagstofunnar. Verðbólgan mælist nú 5,2%, stökk úr 4,5% í desember. Verðbólgan var 4,8% þegar ríkisstjórnin tók við, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, stjórn sem hefur heitið í að ná verðbólgunni niður en ekki að senda hana upp í rjáfur eins og virðist vera að gerast núna. Þetta eru mælingar sem kom okkur reyndar ekki mjög óvart. Þá búið að vara ríkisstjórnina við að þær aðgerðir sem gripið var til áramótin með nýjum fjárlögum myndu leiða af sér verðbólguskot. Og nú er það að gerast. Má ætla að drepa hér niður í leiðara Morgunblaðsins í morgun. Það eru orð að sönnu. Leiðarinn heitir Verðbólguvor. Öll stóru orð valkyrjustjórnarinnar sína undursamlegu verkstjórn og sleggjur, leiðréttingar og verðmætasköpunar haust hafa brugðist. Þau blekkja engan lengur. Ég ætla hér í síðasta hluta þáttarins að ræða við þau Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Þórð Pálsson sem forstöðumaður fjárfestinga hjá Sjóvá að fara yfir þessa stöðu, hvað þetta þýðir fyrir heimilin í landinu að verðbólgan skuli vera á þessum mikla skriði. En við höfum líka verið að fjalla alþjóðamáli hér. Ég tók fyrir skemmstu viðtal við Albert Jónsson fyrrverandi sendiherra, viðtal sem hefur vakið mikla athygli. Hann var að benda á þá staðreynd sem að sumir virðast ekki vilja horfast í augu við, að Evrópusambandið getur ekki varið Ísland. Í varnarlegu tilliti eigum við aðeins einn möguleika, það er að tryggja varnir með aðild að NATO og að halda í varnarsamningin við Bandaríkin. Það er samningur sem við gerðum 1951 og er hryggjarstykkið í varnarstefnu landsins og verður það til framtíðar nema menn fari og geri mjög alvarleg mistök í utanríkispólitíkinni. Mér langar til að sýna ykkur hér örlitla klippu úr ræðu sem að Mark Rutte, sem er framkvæmdastjóri NATO, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands, flutti yfir leiðtogum Evrópu. Þarna sjáum við hvernig menn tala þessi mál á alþjóðavettvangi og það er ólíkt því sem utanríkisráðherrann okkar leyfir sér að gera. When President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are pleading for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. Þetta alveg skýrt hjá framkvæmdastjóranum. Evrópa og Evrópusambandið get ekki varið sig sjálf. Hvernig ættu þau þá að fara því að verja litla Ísland? Þetta er eitthvað sem verður að koma á hreint í opinberu umræðu utanríkispólitík landsins okkar. En förum á aðeins léttari slóðir og þó Dóri DNA, hann mætti hér í síðustu viku og það komið í ljós að í hvert sinn sem hann mætir hingað í Spursmál þá spáir hann rétt fyrir stóra atburði. Sjáu þið þetta? Ég veit það. Það verður eldgos í næstu viku. Já. Og hann kemur í næstu viku. Hvað mun gerast í næstu viku? Við komumst í undanúrslitin á EM. Yes. Og hann kemur í næstu viku. Já, hann er sannarlega engum líkur, hann Dóri DNA. Ég veit ekki hvernig hann mun spá næst hann kemur hingað í settið, en ég verð að viðurkenna að ég hlakka til að heyra frá honum hvenær sem það verður. En að stórum málunum, Ísland er að mæta Danmörku í undanúrslitum EM í kvöld. Í Danmörku, það er á brattan að sækja sannarlega. En strákarnir okkar ætla að taka á því og þjóðin fylgist öll með. Það verða fresta eða hliðra eða fella niður leiksýninga. Ég held að bíóhúsin verða mestu tóm. Og ég veit ekki hvernig verður umhorfs á götum úti en ég ger ráð fyrir því að umferðin muni detta niður í kvöld.
Ég ætla að heyra hérna aðeins í Bjarna Helgasyni. Hann er okkar fulltrúi út í Henning í Danmörku. Hann ætlar að flytja okkur fréttir af mbl.is og auðvitað í blaðinu á morgun. En ætlum að grípa í hann hér í gegnum netið. Blessaður Bjarni. Sæll, vinur. Þú komin til Henning. Voruð að fljúga í morgun út? Við flugum út í gær. Já. Og það var seinkun á fluginu, þannig að við skelltum okkur bara í lest í morgun og vorum bara að lenda í rauninni fyrir 5 mínútum. Hvað er þetta langt ferðalag? Sko, frá Íslandi og með öllu fluginu, sem ekki að tala um 7-8 tíma ferðalag. Já, og lestin, þetta er ansið löng lestaferðarn yfir. Já, hún það, en sem betur fer, þá var alltaf nóg að gera hjá starfsmönnum Morgunblaðsins, þannig að við nýttum tíma vel í lestinu til að vinna. Ykkur fellur aldrei verkur hendi, ég þekki það. Heyrðu, en það er þessi risa leikur í kvöld. Hver er staðan á okkar mönnum? Hún er bara góð. Sigvaldi Björn Guðjónsson var kallaður inn í hópinn í gær, hægri hornamaður sem kemur inn og þeir virðast allavega allir bera bara heilir og klárir í slaginn. Þannig að ef það er einhvern tíminn til að gíra sig upp í leik, þá held ég að sé núna á móti heimsmeisturunum og olímpíumeisturunum á þeirra heimavelli með allavega 14.300 stuðningsmenn á sínu bandi. Já, þetta verður rosaleg staða þannig í höllinni í kvöld, og þetta eru erkifjendur okkar í handboltanum. Eigum við einhvern séns á móti þessari maskínu? Já, sko, ég allavega þar að við eigum, ef það er einhvern tímann séns á að vinna, þá er það held ég núna. Þeir eru einhvern veginn svona, þeir eru ekki búnir að vera jafn samfærandi og þeir hafa verið á síðustu mótum. Töpuðu náttúrulega á móti Portugal í riðlakeppninni og reyndar gerðu bara vel með baki upp í veggi að koma sér í undanúrslitin. Þeir eru klárlega með best manna liðið á mótinu og bestu leikmennina, en þeirra handboltastíll hentar okkur ágætlega. Það hentar okkur betur að spila á móti liðum eins og Dönum og Svíþjóð, til dæmis og Norðmönnum, frekar heldur en Ungverjum og Króatum og þessum stóru þjóðum og sterku sem að lyfta sig meira upp fyrir utan. Þannig að ég bara held að við höfum ágætis möguleika. Ég var að segja hérna áðan í þættinu frá spádómsgáfu Dóra DNA þegar kemur að eldgosum og öðru. Hann spáði að við myndum komast í undanúrslitin. Ég veit að þú ert góður spámaður líka. Hvernig fer þetta í kvöld? Sko, ég hitti Færeying á barnum í gær og hann vildi meina að við myndum tapa með 15 mörkum, 35-20. Ég var svona að reyna að tala hann af því, sko, og þá vildi hann veðja við mig upp á 1 milljón að Danmörk myndi vinna. Já. Ég sagði að ég var tilbúin að ef Ísland myndi vinna, þá myndi ég þiggja miljónuna, ef Danmörk myndi vinna, þá myndi ég borga honum kannski 100 áskall. En ég held að við tökum þetta, ég ætla að segja að við tökum þetta eftir framlíkingu með 33-31. Þetta er mjög spennandi. Þið verðið á vaktinni auðvitað á mbl.is. Við munum sjá eitthvað þetta í blaðinu væntanlega í fyrramáli líka. Já, við verðum með fullt af uppbytunarefni fyrir leikinn og ætlum að hitta hæstvirta ráðherra hérna og spjalla hans við þá. Mói Gísla Þorgeirs sem mætti, hún var í sama flugi og við, og Inga Sæland líka, og þegar hún var að spyrja hvað hún væri að gera í fluginu, og þá sagði hún, ég er auðvitað íþróttamálaráður og ég læt mig ekki vanta á svona viðburð. Þannig að það verður bara stemning. Það verður nóg að efna á MBL og í Mokkanum á morgun líka. Ég treysti að þú pumpir það líka stöðun í hagkerfinu og verðbólguna og allt þetta. Já, ég þarf að fara vel við það með Þorgeir á eftir. Ég hlakka til að fylgjast með þessu hjá ykkur og segi bara áfram Ísland, góða skemmtun úti. Takk kærlega fyrir það, vinur. Heyrust. Já, við þökkum Bjarna Helgasyni fyrir þessar upplýsingar frá Danmörkum. Þeir munu flytja okkur fréttirnar frá Henning á mbl.is og í blaðinu, og ég segi bara áfram Ísland. Áður en við vindum okkur í næsta dagskrárlið þáttarins, þá ætla ég síðan að minna ykkur á bókaklúbbinn okkar. Við erum að ljúka við lesturinn og ævisögu séra Karls Sigurbjörnssonar biskups, sjálfsævisögu sem hann skildi eftir sig þegar hann lést 2024. Næstu viku ætla ég að birta á Spotify og mbl.is mjög athyglisvert viðtal sem ég tók við Hrein Hákonarson, fyrrverandi fangaprest. Hann þekkti Karl vel, þekkir kirkjupólitíkina og þessa sögu alla, og ætlum að fara yfir það hvernig þessi bók varpar ljósi bæði á líf séra Karls en líka Ísland á 20. og 21. öld. Í febrúarmánuði ætlum við að taka fyrir bók úr allt annar átt. Bókin heitir Grænland og fólkið sem hvarf eftir Val Gunnarsson rithöfund. Þetta er mjög áhugaverð og margbrotin saga sem að hann segir, og við ætlum að setja nokkuð meiri fókus á Grænland hér á komandi vikum og mánuðum. Við vitum öll ástæðuna. Donald Trump hefur gert allt vitlaust með því að gera tilkall til þessara stærstu eyju í heimi. Við Íslendingar vitum furðu lítið frændur okkar þarna í norðri.
en við ætlum að lesa okkur til þá og við ætlum að kynnast sögu grænlendinga og grænlendingum sjálfum. Við getum lært mikið af þessu góða fólki. Nú ætlum við að vinda okkur í fréttir vikunar. Við ætlum að ræða við Ólöfu Skaftadóttur, almannatengil og fyrrum ritstjóra Fréttablaðsins og Hilmar Gunnarsson sem oddvitaframbjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Þeir ganga kjörborðinu Sjálfstæðismenn þar á morgun. Þannig að þetta einn hittuna, það fyrsta sætið, en fólk að berjast sætin þar fyrir neðan. Áður en að því kemur, ætlar Ásthildur Hannesdóttir að segja okkur dálítið af pólitíkin og hvernig hún að birtast okkur á samfélagsmiðlunum þessa dagana. Gjuggiborg, elsku dúllu dúskar. Drottinn minn djöfull ég fegin að þessi komið fössari og sá síðast í þessum blessaða janúarmánuði sem að náttúrulega var eins og cirka 3 ár og 17 dagar að líða. Kræst, sko, við erum búin að fara yfir þetta. Það er bara alveg kraftaverki líkast að manni skuli hafa tekist að vera edrú allan þennan tíma, sko, Já, og þá kannski teljast norsku brjóstdroparnir ekki með, sem maður hefur svona verið að slurka í sig á milli þurra hóstakasta allan mánuðinn, sko. Jæja, sennilega er það handboltinn og árangur Ísland sem er orsakavaldur þess að maður bara hangi enn á snúrunni, Þjóðastoltið, það nefnilega fleytir manni ansi langt. En drottinn minn dýri, allt þetta mönns með þessum leikjum, það er eitthvað bara ekkert að hjálpa vigtinni, sko. Maður er bara svo fílamaðurinn. Simmi-Dabbi þekkir það líklega jafnvel og ég af eigin raun og hefur ábyggilega stoppað þarna í Staðaskála og fengið sér 1 eða 2 pulsur með rjóma á meðan hann horfði á nokkrar sóknir hjá landsliðinu ásamt sveitungum. Bokka Gunn mömmu montaði vel yfir sig í vikunni og já, hún má það. Ef það er einhver sem má það, þá er það hún. Hún má það mest af öllum. En allur tilfinningaskalinn gerði vart við sig hjá henni þarna og hún mátti ekki vera að því að sinna þingstörfum á meðan, sko. Spenna, hlátur, grátur, gleðitár og allt að gerast. Elsku kettlingin. Það er sko búin að vera gósen tíð hjá forsætisráðherra síðustu daga sem leyfði sér nú reyndar að setja tærnar upp í loft til að horfa á strákana okkar eftir að hafa keyrt verðbólguna upp úr öllu valdi ásamt Daða verðbólguskaða og steypt Heiðu Björgu #borgarstjóra af stóli. En hey krakkar, engar áhyggjur, planið er að virka. Hátt vaxtastig, há verðbólga og blússandi atvinnuleysi. Þetta er lífið sem okkur langar í, Alma Möller ákvað að koma við í Malmö og fylgjast með strákunum okkar á leiðinni heim frá Færeyjum sem er kannski landfræðilega mjög skrítin leið að fara en það er annað mál. Hún var nefnilega fyrst stödd á málþingi Vestnorræna ráðsins í geggjuðum félagsskap í Færeyjum og Gnarreburgin okkar, hann var einmitt staddur í Þórshöfn í Færeyjum líka og sá auðvitað að halda upp stöðunni eins og hann er fæddur til að gera. Vera bara stuðpinni og sprelligossi, ekki einhver lítil fjörlegur pislahöfundur á eyjunni en þann hatt sett hann nefnilega á sig í vikunni. Í alvöru, elsku Jón, passaði nú að týna ekki sjálfunniðinu, Það þarf nefnilega alveg mjög marga sálfræðitíma til að púsla sjálfunni sína aftur saman, sko. Það vitum við, já. Svo spottuðu Dagga Konna og Ása Berglind Pizza 67 í Færeyjum. 6-7. Pælið í því ef 6-7 æðið hefði bara verið aðeins fyrr á ferðinni að tröllríða öllu. Kannski svona 2 áratugum eða svo. Þá kannski, já, hefði enn verið líf í þessu sveita pizzukompaníi. Litla markas efnið maður, maður bara sér þetta fyrir sér á færibandi. En, ég meina, þær stöllur hefði ekki þurft að fara neitt lengra en til Vestmannaeyja, sko, til að fá sér ekta 67 slæsur. Þar lifir, sko, enn í glóðunum. Ása Berglind fangaði líka fegurina á Þingvöllum í vikunni. Þar var allt þetta lið saman komið líka til að geða sér þorramat og eitthvað svona. Já, sjáuð, þetta gerist alltaf þjóðlegra. Bryndís Haralds skellti sér þó á alvöru þorrablót, afturheldingar. Wow, sjáðu skötu hjúin, Svo skínandi fín. Glimmer flík, hrútspungar, svigakjammar og brennivín og já, þarf eitthvað meira. Allir helsáttir. Oh my god, það er bara ekki annað hægt en að fá smá illt í hjarta þegar maður talar Heiðu Björgu #borgarstjóra þessa dagana. Meðferðin á einni konu. Reynslumikilli konu sem frægur reynslulítill kall sigraði í prófkjöri. Kunnið annað það, Jesús. Já, það er satt Heiða mín, lífið er alls konar. En, hausinn upp, kassan út og bara brosa. Vera sæt og halda áfram. Það er það sem alvöru konur gera. Ekki ætla ég að fara að skipta mér að þessu. Nei, þetta er ekki til hugar. Snúli Másson velti íslenskri tungu enn eina ferðina fyrir sér á samfélagsmiðlum í vikunni. Já, en sko, það besta er að þegar Ísland er hætt að hlusta á rafliðunum, þá koma bara einhverjir harðsvíraðir Bretar til hans að ræða þessi mál.
Hann nefnilega settist niður með blaðamanni BBC til að ræða hið ástkæra ylhýra. Það er náttúrulega líka bara alveg óþolandi allt þetta AKP, eða þú veist, aðkomupakk eins og við landsbyggðarfólkið segjum það. Það bara, ég meina þetta lið fær bara ríkisborgarrétt bara upp úr serióspakkanum sko, ha? Þetta er náttúrulega ekki hægt. Og þau eru svo bara að tala eitthvað A2 stigs íslensku. Ekki hægt, ekki boði. Lilja Mist naut þess að borða McDonald's í sérstaklega góðum selskap. Hún var að sjálfsögðu utan landsteinana enda hefur Davíð Oddsson ekki verið beðinn aftur að klippa og borða skyndibitakjöðunar hér á landi. Það er allavega ekki svo ég viti til. En það væri kannski bara ekkert svo slæmt að vera 52. ríki Bandaríkjanna. Bara fyrir aðgengið að einum bara stránkæðalegum Big Mac sko. Ha? Ég meina, bara fyrir bræðlökunna, sko. Líf Magnúðardóttir og Sanna Magdalena skelltu sér í heilsubóndagöngu í efri byggðum borgarinnar á milli gigga í vikunni. Ha? Vinkonurnar til vinstri. Já. En talandi Sönnu, hún fór á stúfana í vikunni. Hún allt í henni fór að, hrella borgarbúa, alveg sama á hvaða aldurspili. Ég vona að hún sé ekki komin í kastu lögin, því að ég er ekkert alveg viss hún hafi fengið leyfi fyrir myndbirtingum á öllum þessum börnum sem hún var að hrella í strætó og út alla trissur. Ha? Já, maður gerir ýmislegt þegar maður er í kosningabaráttu. JP orkumáladúti vann algjört þrekvirki á dögunum þegar hann lét friðlýsa Laugarnestanga og Guð almáttugur María mey og allir hinir heilugu hvað mér er létt. Það væri náttúrulega aðalegt að fara að byggja annað skuggahverfi þarna og án bílastæða og bara heilbrigðra birtuskilir það. Takk, Jóhann Páll. Gleðin var svo sannarlega við völd þegar að Inga okkar Sæland klippti á enn einn borðan í vikunni en hún gegndi í það minnsta 2 hlutverkum þessa vikuna. Hún var borðaklippari við opnun Nesvalla, nýs hjúkrunarheimilis og svo brá hún sér líka í barna- og menntamálaráðherra gallan og vingaðist við formann Kennarasamband Íslands. Sjáðu, ha? Æ, hvað framtíðin er eitthvað björt. Austurlenski konfektmálinn Jens Garðar spyr hvort verðmæta sköpunar haustinu sé nú lokið. Því að eitthvað virðast Kristrún og Daði verðbólguskaði hafa misreiknað sig. Ætli Spliff, Donk og Gengja sé ekki verkfæri sem er svona best til þess að uppfylla loforðið lægri vexti og minni verðbólgu og allt í blóma. Heldur en þessi stóra sleggja, ég veist að ég næ þessu ekki. Ég held allavega að séu meiri líkur á því að Spliff, Donk og Gengja nái þessu með okkur. Það getur enginn án þess verkfæris verið. In the night air, I can see your face. Though you're far away. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa hressilegu yfirferð af pólitískum vettvangi en þó af samfélagsmiðlunum eins og þeir gerast bestir. Við erum komin hér með góða gesti til að ræða fréttir vikunnar. Það er þau Ólöf Skaftadóttir sem heldur úti hlaðvarpinu komið gott og hún er allt múlíkt manneskja, leyfi ég mér að segja. En hér er líka komin Hilmar Gunnarsson, fyrrum kollegi minn á Mogganum. Hann var ritstjóri Mosfellings en núna að taka þátt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í því góða bæjarfélagi. Hann er einn hituna hvað varðar fyrsta sætið og þess vegna hallar ekki á neitt og hann kom hér einn í viðtal degi fyrir þetta stórmikla prófkjör. Komið sálblessuð. Sæll, takk. Við unnum hér saman nokkur ára skeið. Þú ert margreyndur blaðamaður. Margreyndur, já. Hvað helstu Mosfellingi, eða hvað ertu búin að halda hún lengi úti? Ég er búin að vera með Mosfellinga, ég var með Mosfellinga í 20 ár. Það er bara hálfa mína lífstíð. Þú ert nefnilega ekki svo gamall? Nei, ég er 43, búin að vera 20 ár, þannig að ég var 23 ára þegar ég tók við því kefli. Mjög kraftmikið bæjarblað og vinsælt í bænum. Já, þetta er búið að vera gríðarlega vinsælt og gaman að taka þátt í að færa fólki fréttir. Já. Og bara gríðarlega mikilvæg miðill í okkar sveit. Já. Þú ert nú gamall blaðamaður líka, Ólöf, þannig að
Það í rauninni eina alvöru starfi sem ég hef haft, sko. Já. Það var að vera blaðamaður. Fyrr og síðar. Já. Og þú varst nú ritstjóri Fréttablaðsins Sáluga. Já, algjörlega. Ég hætti bara þar þegar það eigendaskipti stuttu áður en að blaðið svo bara fór á hausinn, sko. Já, það hrökk ekki upp af vegna þín. Nei, ég veit bara það komið fram sér. Sérstaklega. Nei, þetta gott. Það stórt sem ekki prókjör hjá ykkur núna helgina. Þú ert einn fyrsta sæti, það verið að kjósa 8 sæti. 8 sæti, já. Þetta á morgun. Já. 13 mann sem að bjóða sig fram. Já. Það bara glæsilegur hópur og ætlum okkur stóra hluti. Hvað búist þið mikil í þáttöku? Þetta... Það erfitt að segja, það 1000 manns eða eitthvað svoleiðis. Já, þó það? Já, ég hugsa það. Þótt að það nú örugglega alltaf eitthvað kannski aðeins minna ef það er ekki blóðuð slagsmál oddvitann, sko, en ég veit ekki, það aftur að koma í ljós. Það allavega hérna mikil stemning og flott fólk. Já. En það barátta líka sæti, þótt að ég sé einn þarna. Fyrsta sætið? Mitt sæti. Þið eru líka í minnhluta í bænum, þannig að það núna ætlið þið væntanlega að gera gangskur í því að snúa því við? Við gerum allir á því, já. Já. Já, það markmiðið að koma sér réttan kjöl, koma flokknum aftur gera bara flokkinn gildandi aftur í Mosó, eins og hann var. Ég meina, hann var í 20 ár? Í meirihluta? Í meirihluta. Já. Og hefur alltaf verið svona stærsti flokkurinn í Mosó, þannig að ég auðvitað horfið til þess að bjóða mig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Mosó svona, hvað við segja, mestu líkurnar að hafa eitthvað þetta að segja, bjóða sig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já. Og þetta er bara spennandi. Það verður spennandi á morgun. Við fylgjumst með og MBL mun flytja fréttir af niðurstöðunni og svo í blaðinu á mánudaginn auðvitað. En það eru fleiri prókjör helgina. Ég fekk hér fyrir skemmstu til mín oddvita frambjóðendurna í Reykjanesbæ hjá Sjálfstæðismönnum. Það er harður slagur þar. Þar er ekki einum hittuna. Nei. Þau eru ekki svona sammála. Nei. Hvernig fer það? Þeir eru 3 að takast á þetta öflugir kandidatar. Já, mjög. Ég horfði nú á hana þáttinn og ég hef aldrei haft svona mikinn áhuga á Keflavík, ég alveg sagt það. En já, þeir eru 3 Villi Árna kannski svona fyrirfram sigurstranglegastur. Hann er náttúrulega bara atvinnupólitíkus. Hinir 2 koma úr annar úr skólakerfinu og hinn úr bara fyrirtækjarekstri. Mér fannst þeir allir dálítið flottir með flotta punkta. Ég eiginlega, náttúrulega kem sjaldan að náttúrulega fara úr landi þannig að þetta hefur ekki bein áhrif á mig en ég er samt einhvern veginn hrifin af þessari keppni þar á milli. Ertu ekki fastagestur á Hótel Keflavík? Nei, ekki ennþá. Nei. Það er rosalega góður matur þar. Ég get bent á það. Okay. Frábær fiskur. Ert þú mikið í Keflavík? Já, mjög. Fer þar yfirleitt á sundarsrúndin, sko. Flott. Ég á marga góða vini í Keflavík, úr Keflavík. Já. Gísli Freyr nú eitt þeirra sem er góður vinnur okkar. Já, einmitt. En þegar maður horfir á svona frambjóðanda, flokkar sem státa svona úrvali af frambjóðandum geta vel við unnað. En svo er bara spurning hvort að menn taki sæti ef þeir úr eitthvað niður listan eða slíkt, það er þetta ekki víst. Já, mér finnst líka sérstaklega gaman að sjá svona eins og hann Ásgeir Elvar, fyrirtækjaeigandi, sjá menn stíga út úr bara blómlegum fyrirtækjarekstri til þess að hafa áhrif á samfélag sitt. Já. Það hlýtur að vera alvöru svona ástríða sem liggur þar að baki. Já. Svo er enn eitt prókjör helgina hjá Viðreisn í Reykjavík. Já. Þau komu einnig hingað í spursmál, það er aðeins lengra síðan, en þú hefur fylgst aðeins með þeim slag, er það ekki? Jú, ég fylgist með öllu. Þú veist, ef það er kosning í húsfélagi, þá fylgist ég með. Og þú ert í öllum flokkum? Mér var sagt að þú sett gengin í Framsóknarflokkinn. Já, afi minn er nú fyrrverandi þingmaður Framsóknar, þannig að mér fannst það ekki vegi. Nei, þú ert líka í Viðreisn? Já, ég skráði alla flokka og ég svona líti á að mannskapur sem er að sýsla með svona mitt fé, að ég með alveg hafa áhrif á það hverjir veljast í fórustu sama í hvað flokki það er. Já, þú ert með alla ánga úti? Já. Hvernig fer þetta í Reykjavík? Ég sagði þér, ég er ekki í dagvinnu, sko, þannig ég hef tíma í þetta allt saman. Já. Þú ætti að finna eitthvað til dundurs. Nákvæmlega. Þau eru 3 öflugir kandidatar. Þau eru 4. Það eru 4, já. Já, það bættist við 4. Það gerðist seinna. Einmitt. Já, eftir að ég tók viðtalið. Já. Sigurstranglegust, þau eru kannski þekktust, Aðalsteinn og Björg. Já, er það ekki líka, ég hugsa sko, Reykvíkingar elska að kjósa fræga. Þannig að ég held að það hljóti eitthvað svona aðeins að spila inn í að Björg svona setja aldrei sexy kandidat fyrir Viðreisn. Já, komandi úr sjónvarpinu. Já, en ég veit ekki,
eins og ég segi, þú veist, ég hef kannski ekki einhverja ótrúlega tilfinningu fyrir þessu en mann er sagt að Alsteinn sé mjög sigurstranglegur. Hann er náttúrulega aðstofamaður formannsflokksins. Er hann frambjóðandi formannsins? Er hann svona eins og Pétur Marteinsson var fyrir Kristrúnu? Það held ég ekki endilega. Ég bara veit það ekki alveg. Það er ekki skýrt. Nei, en já, en sko, ég held að þetta verði bara alveg ótrúlega spennandi. Ég held að bara poppa á laugardaginn og fylgjast með þessu. Já. Við munum fylgjast með þessu á BL, fólk getur setið við skjáinn. Björg er náttúrulega mjög vel kynnt. Já. Þannig að eins og ég segi, já eins og þú segir að. En þetta hefur náttúrulega sína kost og galla eins og við vitið þessi prókjör. Þetta er barátta innan liðs. Já. Þannig að getur oft verið blóðugt. Það getur skilið eftir sér sæðindi. Já. Það er bara eins og við upplifum eða sem sagt flokkurinn í Mosó síðast sko. Já. Það voru 2 fyrsta sætið og flokkurinn kannski svona aðeins tættur inn í vorið sko. Já. Þannig að en á móti kemur eins og núna að kostirnir eru líka ótvíræðir að það er allir mættir á strætóskýli bara í janúar og allir að kynna sig og sitt fólk. Það er mikil orka í þessu. Já, þetta allir rosa áberandi sko. Og neikvæð sko. Já. En svo ræðist þetta náttúrulega alltaf bara eins og það fer og stundum einhverju fílu. Það er að tegnast upp mjög áhugaverð mynd í Reykjavík þar sem að Pétur Marteinsson slátrar sitjandi borgarstjóra. Þetta er bara pólitísk aftaka sem að við horfum upp á þar. Og menn sem að teldu Pétri fram, forsætisráðherrann og fleiri, voru þetta vonast þess að þau getu skolað Heiðu Björg út af listanum. Hún er með lítið fylgi og svona lítinn persónustuðning. Hún ætla bara að hanga á öðru sætinu. Já, og er aðeins farin að sko ræða það opinberlega, hún hafi ekkert heyrt í Kristrúnu og svona. Það eru augljóslega mikla deilur þarna sem krauma undir niðri. Já, ég svo sem tekið það ekki nákvæmlega en það er allavega. Þú sér það bara. Já, það er ekki verið að draga dul á og þarna er einhverju önnuheit á milli. Já. En ég sko, þetta er nefnilega dálítið áhugaverð staða og það í síðast 2 eða 3 áratugi eða eitthvað hefur þetta verið svona dálítið eyðimerkur ganga í Ráðhúsinu í Reykjavík fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Núna, og það hefur alltaf verið sagt og Dagur hélt í statt og stöðut fram og bjóð til svona, eins og sagt svona litla svona strategíu það var ekki hægt að vinna með Sjálfstæðisflokknum og það hann var svo klofinn í herðamöður. Nú hefur það náttúrulega snúist við. Samfylkingin er klofinn í herðamöður og Sjálfstæðismenn hafa komið sér saman leiðtoga. Og núna er ákveðið dauðafæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn að stilla upp almennilegum lista sem að annað fólk getur sko hugsa sér að starfa með. Og þá ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að Sjálfstæðisflokkurinn geti snúið þessu við sko. Og heldur að menn munið stilla upp slíkum lista? Það eru rosalega Hjarningavík innan flokksins í Reykjavík. Já, hafa alltaf verið sko, en ég held að ef að fólk sem að raunverulega vill breytingar þarf ekki að vera einhver doktor í starffræði til þess að átta það á því að ef að Sjálfstæðisflokkurinn fær ekki góða kosningu þá verða engar breytingar í Reykjavík. Þetta eru bara 2 turnar. Það snýst bara fylgi Sjálfstæðisflokks og fylgi Samfylkingar. En svo kemur á kosningum, Pétur Marteinsson þetta borgarstjóra efni Samfylkingarinnar, svo eru þau með Heiðu Björg í öðru sæti. Væntanlega munu Pétur og þau reyna að hafa hana sem mest í skugganum en hún mun trana sig fram eins mikið hún getur. Já, það er mjög... Ég tekið upp á því að mæta hingað í þetta. Það er náttúrulega líka mjög erfitt, ég meina eins og Pétur sko, hann talar miklu meira eins og viðreisnarmaður eða sjálfstæðismaður, hvort sem að, þú veist, í leikskólamálum, það var nú eitthvað viðtal við hann í morgun þar sem hann var ekki einu sinni tilbúin að vera fylgjandi borgarlínu alla leið sko. Þannig að ég veit ekki hvernig hann ætlar að fara í þessar breytingar með bæði Heiðu og Skúla Helga á listanum sem er bara mannskapurinn sem skapaði þessi kerfi sem hann vill núna brjóta niður. Já. Það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu alltaf mestur fókus á Reykjavík en það eru fleiri stór sveitarfélög. Þetta er Mosfellsbæ aftur. Þetta eru hvað búa margir þarna? 13-14 þúsund? Já, 14.000 manns. Þetta er stórt sveitarfélag. Hvar brenna eldarnir? Hvað verður á matseðlinum í kosningunum í vor? Sko eins og staðan er í dag, þá eru það, og eins og oft náttúrulega skipulagsmál. Það er mikið rætt Blikastalandið sem er nú á milli okkar hérna, Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Það er eiginlega frá Korpúlsstöðum með það ekki Jú, bara alveg þar sem byggðin endar í dag og bara að Korputorgi og þangað sko. Þannig að það er í skipulagi núna. Ég veit svo sem ekki hvað það væri komið langt fyrir kosningar.
En fyrsti áfangi núna, þannig að hérna, já, þetta er auðvitað mikil viðbrigði ef að það bætast við þarna 9.000 manns. Þetta er 9.000 manna Sko í öllum þetta er þrískipt, sko. Já. Og þetta verið að horfa svo sem til margar ára, sko, þetta er 25 ár fram í tíman, sko. En 70% fjölgun í bænum bara á þessu skiplaða svæði. Já, það má segja það. Þannig að þetta er svona hitamál í dag. Já, ég myndi segja það. Borgarlínan Þetta er ákveðið borgarlínu hverfi. Já. Þetta er hannaði kringum borgarlínuna sem kemur hann í gegn. Þarna á fólk ekki að vera á bíl og labba í slappinu með innbúðarbókana og litlu börnin á bakinu. Já, hversu mörg bílastæði og allt það þarf að skoða þetta vel. Já. Og auðvitað margir sem að vilja kannski halda í sérkenni Mosfellsbæjar hvað var að byggðina og halda henni svolítið áfram þarna á túnin. Ég var alveg til að vera með heybaka þarna áfram bara á Blikastöðum, sko, en svo í aðra höndina auðvitað vill maður líka bara síni afkomendur geti búið og keypt sér íbúðir, sko. Já. En við erum að horfa þarna, við erum að horfa náttúrulega eitthvað fram í tíman. Já, en þetta var stóra málin. Fjármál sveitarfélagsins eru menn að velta vöngum yfir því? Rekstrinum, eða er þetta bara allt í lukkunum vestandi hjá andstæðingum þínum? Þetta gengur bara allt sinn vana gang svo sem þannig, sko. Sko fasteignagjöldin er búin að hækka, þið tókuð það nú saman hérna einhvern tímann á síðustu missurum að þau eru nú búin að hækka síðustu, 4 árum rúm 50%. Já. Þannig að það er nú kannski óþarf að vera að hækka álögur í botn á Mosfellinga. En Það er líka alltaf verið að bæta einhverjum svona liðum undir fasteignagjöldin. Ég var eitthvað að skoða þetta daginn út með leiðist og það er eitthvað svona skrefagjald sorphirðumann. Þú veist, ég veit ekki alveg hvort ég er búin að borga fyrir þeirra... Hvað svo er skrefa? Skrefagjald sorphirðumann. Ég er að borga fyrir það í fasteignagjöldunum mínum. Já. Ég meina, ég er alveg, þú veist, mér er bara gott ef menn eru að hreyfa sig, sko, en ég veit ekki hvað ég þarf að greiða sérstaklega fyrir það. Þá vil maður hafa sorphirðumenn að háa til klofsins, þannig að þau þurfu færri skref á milli ruslatunnar og bílsins. Háfætta svona hillasveina, Já, talandi opinber gjöld, við erum hér með dálítið sterk og mikla forsíðu blaðsins í morgun, náðu þessu kannski mynd hérna fyrir áhrandur. Opinber gjöld, áhrifavaldur. Það er, Hagstofan birti nýja mælingu í gær sem sýnir að verðbólgan er að fara úr 4,5% í 5,2%. Það búið að vara ríkisstjórnina við að aðgerðir sem þau réðust í við setningu fjárlaga undir árslok í fyrra, að það myndi hafa þessi áhrif. Daði Már Kristófersson blés á það. Nú hefur Hagstofan staðfest með sinni mælingu að þær spár gengu eftir. En þess kallast bara við og segir, nei, þetta er bara olíufélögin og eitthvað aðri sem að valda þessu. Jafnvel þó að hans eigin stofnun sé að taka þessar mælingar saman og birta veruleikann eins og hann er. Þetta er ekki björgulegt ástand hér í hagkerfinu ef maður horfir út frá landsmálunum. Nei, og ég held að þetta sé mjög erfitt fyrir ríkisstjórn sem lagði alla áherslu á að koma efnahagsmálunum inn í skikk. Forsætisráðherrann var bara kosinn út á það verkefni. Já, með sleggjuna. Með sleggjuna góðu, sko. En ég meina, mér finnst líka dálítið vont, sko, ef mér hefur fundist fjármálaráðherrann Daði Már svona vera dálítið hressandi stjórnmálamaður á því leitunum til að hann kemur bara dálítið til dyra með svona klæddur, sko. Þannig að þetta, mér finnst ekki gott að heyra að hann sé farin í einhverja svona upplýsingaóreiðu leiki. Nei, þetta er óþægilegt. Hverju spáið þið með ríkisstjórnar? Menn mikið að velta fyrir sig öllu þessu róti í kringum Flokk fólksins og það er búið að skipta út 2 ráðherrum og gengur mikið ágreinlega. Með þessi ríkisstjórn lafa 4 ár? Það er erfitt að segja, en það hafa alls konar sirkusatriði verið þannig kringum þetta, þótt hún sé bara búin að vera í 1 ár. Já. Ég held að Þorgerður og Kristrún muni geta fundið út í sínum málum, en svo eru þau með fulla frændan þannig Flokk fólksins og maður veit ekkert. Það er bara eins og að vera í bifreið með drukknum ökumanni, sko. Þú veist ekkert hvað gerist næst. Er hægt að halda því í skefjum? Ekki hægt að taka á honum prófið? Það er hægt að svifta með hann, ég veit það. En já, nei, ég veit ekki. Það er kannski hægt að setja eitthvað varadekk undir þá stjórn. Ef kemur til þess, skilur, maður veit það ekkert. Ég held að Flokkur fólksins og Inga Sæland svona, já, þeir eru kannski svona búin með sína sjansa, held ég, gagnvart bara alvarlegri mannesku eins og Kristrúnu Frostadóttur.
Og hún lætur alltaf eins og þetta sé allt í lukkuna velstandi og bara hælir Ingu Sæland í Hásteinn, en hún hlýtur að reyta hár sitt þegar hún kemur heim á kvöldin vitandi að næsta sprengja bara handa við hornið, hvort sem það eru Nike-skór, barnabats eða skólastjórinn eða hvað annað. Þetta óvissuferð. Þú mynda meira hluta með flokki fólksins í Mosfellsbæ til þess kemur? Flokkur fólksins nú bara ekki starfandi í Mosfellsbæ. Nei. Nei, það aftur komið ljós. Talandi síðan pólitíkin á landsvísu, Svandís Svavarsdóttir, hún búin að lýsa því að hún ætlar að hætta sem formaður VG. Það virðist í algjöru uppnámi hver tekur við, Stefán Pálsson frændi, menn hann ætlar ekki að taka verkefnið að sér. Forvalið hjá þeim í borginni fer fram núna miðan febrúar. Líf Magnúsdóttir einhvern veginn í stríði við þessa forystu sem þó í tætlum. Þetta mjög sundurþykkt í þessu flokki. Já, manni finnst aldrei undarlegt sko hvernig að þessu öll staðið, þannig að þess að Líf að ég held eini kjörni fulltrúin með einhver raunveruleg völd og umboð sko. Með valdamesti VG-liðin. Já, og nú búið að taka einhver ákvörðun að henda henni út, setja Sönnu í fyrsta sætið í þessari nýja frambóði sem heitir hvað vor til vinstri. Já. Ég svo á samt að halda forval í VG þar sem væntanlega Líf býður sér fram til í fyrsta sæti. Ég veit ekki alveg hvernig þetta mun enda sko. En það svo sérstakt með þessa svona vinstri flokkana sko. Þeim finnst ægilega gaman að taka rifrildi út á svölum. Já. Fyrir framan allt. Já. Dró nú eitthvað sikkura ályktunum af þessum fundi þarna daginn, hver ætti að stýra þessu eitthvað fram á vorið. Þetta hljómaði svolítið eins og þetta hefði verið partí sem fór úr böndum. Já. Bara svo hefðu menn mjög ólíka sýn á það hver hefði slegið fyrst til næsta manns. Það ráði þessi fundarítara. En þetta mjög áhugavert út af því að þú veist, Sanna Magdalena sem svona hefur bara trekk í trekk komið út sem mjög vinsælt borgarfulltrúi í öllum mælingum og svoleiðis. En ég meina hún bauð sér fram til þing síðast, hlaut ekki brautagengi. Það í rauninni sko alveg ótrúlegt að ætla að taka Líf út sem margreind og hefur verið margítrekað verið kosin inn í borgarstjórn bara með ágætis árangri oft sko. En Vinstri-hreyfingin Grænt framboð ekki bara dauð? Svo það. Þú veist, þetta ekki bara flokkur sem hefur lokið einhvern veginn sinnu lífsferli? Þau duttu út í Mosó síðast sko. Já. Þannig að Veistu hvort þau ætla að bjóða? Nei, ég hef ekki heyrt af því sko. Nei. Ekki það Sjálfstæðisflokkurinn var í samstarfi við Vinstri græna í Mosó í bara, ég veit ekki, 3-4 kjörtímabil sko. Já. Þannig að það gekk mjög vel. En duttu út síðast og auðvitað ýmislegt gengið á. Já. En ég veit ekki hvað að gera í Mosó. Það er spennandi að fylgjast með þessu allavega. Og nóg verður á pólitíkinni hér fram á vorið. Við verðum að undirbúa það hvernig við munum veita upplýsingum til þjóðarinnar allar þessar væringar, bæði innan flokka og síðan þegar kemur á kosningunum 16. maí. En að máli málana, stóra málinu, það leikurinn í kvöld milli Íslands og Danmerkur. Ég kalla þið nú hingað sett, Ólöf, fyrst og næst vegna sérþekkingarinnar á alþjóðlegum handbolta. Nákvæmlega. Hvernig heldur þetta fari? Sko, ég var til 1 í nótt að dunda mér við að undirbúa eitthvað nautakjöt sem ég ætla að hægvelda í allan dag og bjóða 20 manns til að horfa á þetta. Á leikinn? Já, menn að ég vil bara vera að gefa fólki að borða, ég get ekki hort á þetta, ég verð svo stressuð. En mér finnst þetta ægilega skemmtilegt. Já. Ég verð bara mjög reið þegar ég sé að þeir eru að fara varnarmennir í öxlina á Gísla Þorgeiri. Já. Maður veit að hann veikur fyrir. Já. Og þá ég svona komin inn á Icelandair og ætla bara að fljúga yfir og taka á þessum mönnum sjálf. Já. Völvaði Danirnir, ég meina þeir ætla að fylla höllina þarna af sínu fólki og við komumst ekkert að. Þetta er rosalega sérstakt með þessa miða. Þetta er ömurlegt. Já, þetta er hræðilegt. En sko, sú staðreynd að við eigum 3 íslenska þjálfara þarna í undanúrslitum, það er eitthvað annað. Sko. Við unnum þjálfarakeppnina. Já. Það er bara... Já, við erum allan með íslenska þjálfara í úrslitaleik og vonandi með gull, vonandi íslensk lið bara. Getur verið Íslendingar að mætast hreinlega? Já. Þetta prófkjör er náttúrulega aðeins að þvælast fyrir mér, annars væri ég farin út. Já, þú ert mikill handbolta áhugamaður. Nei, þetta er náttúrulega bara þjóðhátíð. Og hvernig spáir? Ég ætla að segja líka sko bara janúarmánuður, þetta er náttúrulega bara algjör gleði pilla, þú veist, það er í þessu skammdegi að vera með þorrablót og handbolta, það bjargar janúarmánuður. Inn í þennan hrylling. Við ætlum að hitta smásveldingar í kvöldi í Hlégarði í félagsheimilinu og horfa, já.
Þú þarf að taka í spaðan á fólki? Já, þar held ég allan hnútana. En Afturelding ætlar að vera með eitthvað í kvöld. Frábært. Hvað viltu spá? Já, ég vil spá. Danir eru náttúrulega með besta landslið í heimi, þannig að þetta var erfitt. Já. Þetta verið framlengingu. En sko, einhvern veginn alltaf þegar maður sko síst á vona á einhverjum árangri, allir bara nei, við vinnum ekki. Þá rísa þær einhvern veginn upp, sko. Ef þá lýsaði yfir að við séum að fara að tapa þessu. Já, við skulum höldum því svona fram á kvöldmat. Nei, ég held sko, já, á góðum degi getum við alveg tekið þetta. Það getur, ég meina, unnu Svíana, mjög stórt í Svíþjóð. Við vonum það besta. Já, ég segi bara sigur eftir framlenginguna. Ég er mjög hrifin af þessu, ég ætla bara að taka undir og líka út ég sá sko í viðtölunum eftir síðasta leik þeir voru svo sko peppaðir og staðráðnir að ég hef trú á þessu á huga þessara manna. Við verðum að treysta á það. Ég óska þér góðs gengis á morgun, Hilmar, í þínum stór átökum sem framundan eru. Ólöf, ég ætla að óska þér góðs gengis með nautakjötið og góðra skemmtunar og að Öxlin og Gíslaþorgeiri haldi út keppnina í heilsinni. En við erum hins vegar að fara á annan vettvang hér á vettvangi spursmála. Þau bíða hér handan við hornið Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Þórður Pálsson sem fjárfestingar hjá Sjóvá. Þau ætla að ræða í þaula efnahagsmálin og sitthvað fleira fylgist í með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavaraluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Þetta voru fréttir vikunar. Þær eru margar og stórar og við ætlum að einhver leyti að halda áfram að ræða þær hér við góða gesti. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún hefur farið mikinn í vikunni af ýmsum ástæðum og ég held að það verði ekki minna því núna þegar að verðbólgumælingar gærdagsins liggja fyrir. Hér er líka Þórður Pálsson, hann er forstöðumaður eignastýringar hjá Sjóvá, fjallar talsvert hagræn málefni, oft og títt. Velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Ég taldi ástæðu til að kalla ykkur hér inn á þessum tímapunkti því að það er ýmislegt að gerast í hagkerfinu sem að vekur eftirtekt að einhverju leyti furðu. En áður en við komum að því, þá verði ég Sólveig að beina talinu að stríðinu sem að þú hefur efnt til gagnvart Ríkisútvarpinu. Ég hrökk upp við það fyrir í vikunni að þú tókst kast á þá fyrir það að bjóða þér aldrei í vikulokin, sem er nú reynda þáttur sem ég held að séu nú ekki margir hlustendur að. Þetta er prinsippmál. Þetta er prinsippmál. Og umkvörtunarefnið er það að þeir eru sífellt að bjóða formanni VR í þáttinn og hún er búin að vera formað þarna í rúmt ár og þú vilt meina að það sé búið að bjóða henni 270 sinnum. Já, það voru kannski örlitlar ríkjur. Já. En já, þetta er prinsippmál. Auðvitað er ég að grínast svolítið. Það er náttúrulega gaman að grína svona í og með. En mér finnst það í alvöru mjög undarlegt að formanni næst stærsta stéttarfélags landsins, sem er langstærsta félag verkafólks, sé ekki boðið í þennan þátt þegar að sérstaklega á að ræða kjarasamningana sem að ég gerði. Kjarasamningana sem að hafa mikil áhrif á allt efnahagslíf okkar og þær efnahagsaðstæður sem að nú eru uppi sem hafa mest áhrif á verkafólk. Þannig að þegar ég sá þarna á laugardagsmorgninum að enn eina ferðina var búið að bjóða formanni VR og enn eina ferðina ekki búið að bjóða mér, þá ákvað ég að skrifa það. En það vakti samt miklu meiri viðbrögð heldur en ég hefði ímyndað mér. Það var greinilega einhver svona gúrkutíð í gangi og fólk þyrsti í smá átök. Fauk í þið þarna á laugardagsmorgninum?
Það fauk ekki í mig en ég móðgaðist. Já. Ég móðgaðist. Flestir bera harmsinn í hljóði Já, ég þegar þeim er ekki geri það boðið í ekki. partí, sko, Já, en ég þú geri gerir það ekki. Ég bara sjaldnast hef borið harm minn í hljóði og þarna þá finnst mér þetta líka vera bara spurning stöðu ríkisútvarpsins í lýðræðis samfélagi. Hvað ríkisútvarpið og hvaða raddir eiga þar að heyrast? Að mínu viti eiga þetta bara allar raddir að fá að heyrast þar og það gengur ekki að það sé sífellt verið að handvelja þær raddir sem að mega heyrast og á sama tíma sé verið þá að passa að þær raddir sem af einhverjum ástæðum sem ég satt best að segja veitur umverulega ekki hverjir eru heyrist ekki. Þetta sést allstaðar hjá Ríkisútvarpinu, þetta sama karúsellan af fólkinu sem kemur æjofan í þættina eða inn í þessa þætti sem að verður að halda úti fyrir okkar peninga. Það eflaust satt, en þarna bara einhvern veginn var ég einhvern tímann á fyrri stigum málsins búin að gera létta rannsókn. Þannig að þess vegna vissi ég að þetta var eitthvað sem ég átti sannarlega að móðgast yfir. Þú gafst Ríkisútvarpinu bara ákveðin frest til þess að gera hreint fyrir sínum dyrum og þeir hafa ekki brugðist við. Ég gaf þeim, fyrst gaf þeim 2 sólarhringa, svo lengdi ég eitthvað aðeins í, sko, bara því ég góð og elskuleg kona, eins og allir vita. Ég fekk símtal frá Morgunútvarpinu á Rás 2. Þau buðu mér að koma í samtal. Ég spurði hvort að þau væru með einhverjar heimildir til þess að gera eitthvað fleira frá þá útvarpsráði. Svo var ekki. Þannig að málið raunverulega óleyst. Málið sem snýst það hvort ég vilji halda áfram að borga útvarpsgjaldið. Í ljósi þessara grófu móðgunar sem ég verð COI fyrir. En já, það óleyst. Þú ætlar ekki að borga útvarpsgjaldið? Ég þarf að finna út úr því þá hvernig ég get komist upp með að borga það ekki. Það væntanlega mjög flókið, sko. Já. Það væntanlega mjög flókið. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessari innri og ytri baráttuðinni? Ég læt bara fólk fylgjast með. Aftur, ég mun bara halda áfram að skrifa statusa ef eitthvað nýtt gerist í þessu máli. Við höldum bara áfram að bjóða þér hingað í spursmál. Takk fyrir. Og það hlýtur nú að vega þyngra heldur en vikulokin á laugardagsmorgun. Ég á þeim tímapunkti núna að ég bara fagna því innilega þegar mér boðið. Já, og þú mátt líka eiga það, ólíkt mörgum öðrum, að þú kemur bara sem kölluð. Og það þetta, ég lít reyndar á það sem hlutverkið sem formanns í þessu stóru stéttarfélagi að láta röddina heyrast það sem að gjallarhornið er. Ég sammála þessu og ég hef frá því ég tók fyrst við 2018 þegar ég var mjög óreind og vissi ofta ekkert sérstaklega vel hvað ég var að fara að tala þá samt sagði ég alltaf já vegna þess einmitt að ég lít svo á ég get ekki verið formaður í þessu stóru félagi nema að vegna þess að ég er tilbúin til þess að koma og útskýra málflutning okkar og standa fyrir mínum gjörðum og svo framvegis. Allt annað náttúrulega bara bleiðuskapur af verstu sort. Þórður, hefur þér verið boðið í vikulokin? Nei, ég reyndar ekki og er reyndar ekki móðgar og ekki sem að ég hefði sérstaklega áhuga að mæta sko en þannig sko Ríkisútvarpið og kannski einn ástæðan að ég móðgast ekki ég bara skil ekki til hvers við erum með þessar stofnanir. Þetta er svona stofnanir sem að daga uppi og kannski talið nauðsyn einhver tíma, hvað var ekki Ríkisútvarpið snemma á 20. öld og síðan bara heldur þetta áfram og bara af gömlu vanar, svipað með áfengisverslun ríkisins og póstinn, stofnanir sem þjóna einhver hlutverki lengur og það er bara dælt í peningum endalaust fyrir þjónustu sem enginn er að biðja Við vorum með fréttið mitt það í liðinni viku í Morgunblaðinu að það eru þessar myndir 100 ár liðin frá fyrstu útvarpsútsendingunum í Íslandi og maður sem hét Otto B. Arnar sem kynnti sér þetta og flutti inn tækjabúnað fékk leyfi til þess að hefja útvarpsútsendingar undir fyrirtækinu HF Útvarp en 1927 keypti ríkið þessu leyfi af honum til þess að fara síðan í sinn eigin útvarpsrekstur. Það byrjaði 1930 eða hvað? Já, Ríkisútvarpið byrjaði 1930, 17 árum eftir að Morgunblaðið þó göngu sína, svo að því skemmti til haga. Já. En ríkið blandaði sér aldrei í blaðaútgáfu? Nei, en maður sér það náttúrulega núna sko að þegar Ríkisútvarpið er svona svolítið að daga uppi, það er náttúrulega líka þess hvað það er slaft að það er náttúrulega veitt svigrúm fyrir alls konar önnur aðra miðla eins og til sko hlaðvörp sem margir eru að býsnast yfir og helst þeir sem hafa kannski mist hliðvarða hlutverk sitt sem að býsnast yfir hlaðvörpum en þetta einmitt gefur eins og Sólveig var að tala alls konar röddum sko kost á að heyrast.
Heldur betur. Förum núna að fréttum gærdagsins verðbólgan sem við höfum haft áhyggjur af. Hún hækkaði í desember, svo voru mjög mikil áhyggjur það hvað myndi gerast núna í janúarmánuði. Nú Hagstofan búin að mæla, þetta 0,38% hækkun á milli mánaða, verðbólgan skýrst upp í 5,2%. Þetta eru alvarleg tíðindi. Þetta eru gríðarleg vonbrigði og það fyrst, kannski maður horfir áður maður kemur að hlutverki eða þætti stjórnvald að þá þetta verðbólga, hún ansi breiðum grunni og þetta ekki bara einstakir liðir og skattarnir sem að þetta hafa mikil áhrif það ekki eina ástæðan það líka mælt svokölluð fastskattsvísitala sem á að taka gildi þessa og þá verðbólgan í 5%. Nú, það sem þetta hefur alltaf verið að kvarta yfir að það húsnæðislíðurinn en verðbólga án húsnæðis, hún komin upp í 4,5% sem þetta langt yfir öllum markmiðum. En síðan þetta blasir við það sem þetta alvarlegt fyrir stjórnina eins og við munum að þá kom Kristrún fram og sagði að við ættum að kjósa hana eins og hún væri með sleggjuna og hún væri með planið. Lausn á þessum vanda. Lausn á þessu, þannig að hún var þá auðvitað leið að segja þetta það sem þið skulle dæma mig á. En þá kemur til dæmis í ljós að þessi þáttur bílana í vísitölunni að þeir reiknuðu með að þetta væri 0 til 0,1% og með maður rétt 0,3 eða 0,4% og þetta var fjármálaráðuneytisins og þetta var auðvitað algjörlega fyrirsjáanlegt vegna að fyrstu 10 mánuði ársins í fyrra það voru fluttir inn bílar fyrir 60 milljarða síðan eflaust verið gefið svolítið í eftir það vegna þess að fólk var að flýta sér að kaupa áður en þessa breyting kom en þeir ætla að hækka skatta á bíla vörugjöldin á bíla 7,5 milljarð þannig að þessi 13% hækkun að hún getur ekki hafa komið algjörlega á óvart. En það sem kannski sé meira að þeir breyta vigtinni á bílum í vísitölu neysluverðs og færa hana niður. Þannig að ef hún hefði verið óbreytt þá hefði verðbólgan verið 5,2% verið 0,2% hærri heldur en raunin varð. 5,4%. 5,4%. Þannig að þetta er algjört klúður og þetta skrifast á ríkisstjórnina. Það var búið að vara þá við. Það var búið að vara þá við. Það var búið að vara við, já. Ég kannski held áfram með þetta, ég meina aðeins að nefna eitt og það það í sambandi við þessa vaxtadóma sem hafa verið fallað í bönkunum. Þar kemur fram að til þess að þessi hægt að nota eitthvað vaxtaviðmið þá þarf að vera skýrt og það þarf að vera hlutlægt, gagnsætt og fólk á að geta sannreynda. Núna erum við með þjóðfélag sem að byggir að miklu leyti eða tengir sem miklu leyti við vísitölu neysluverðs. Lánin í stóru mæli öll lán stór hluti af lánum heimilina, stór hluti af skuldabrifum, allir leigusamningar, það eru viðmiðin í kjarasamningum sem að tengjast vísitölu neysluverðs. En hún bara þannig að henni breytt algjörlega ógagnsæjan og tilviljunarkenndan hátt, fyrst með þessum húsnæðislið breytingu húsnæðislið sem var í júní 2024. Með reiknuðu húsaleigu. Reiknuðu húsaleiguna og þá einhverju hverólandar endalaust búin að skrifa á netið það að húsnæðisliðurinn væri, hann ætti ekki verið í vísitölu neysluverðs. Svo að auðvitað það þannig að stærstu hluti margra heimila neysluútgjöldum auðvitað til heimilis. Það eins og ef allar ekki á húsnæðisliðinn, þá eins og gerir ráð fyrir að öll þjóðin geti flust aftur á Hótel Mömmu án þess að borga heim. Þetta verður að vera. En við vorum með aðferð og hún var góð og Hagstofan segir núna í svari sínu til Alþingis fyrir forsætisráðherra breytingarnar á vísitölunni að þetta sú vísitala sem með besta fræðilegan grundvöll. Síðan reyndar við aldrei fram að verðbólgan hérna á Íslandi hafi skýrst út af þessari mælingu. En það kemur reynda líka fram í svari Hagstofunnar að bæði Svíþjóð og Kanada eru með nákvæmlega sömu mælingu og ekki verðbólgan verið vandamálið þar. Þannig að það ráðist í mikla breytingar á mjög viðkvæmum tíma og svo núna þegar Hagstofan spurð hver hefði breytingi verið án þessar breytingar eða vísitalan verið án þessar breytingar og þá treystaði sig ekki til þess að svara því. Og þegar þessi nýja aðferði sett fram þá engin gögn sett fram hvernig þetta hefði þróast í fortíðinni
Það er engin umræða þetta. Þannig að ég held að svona, þó væri ekki nema bara í ljós þessa vaxtadóma að það þarf að endurskoða eitthvað verulega hvernig Hagstofan ákvarðar þessa vísitölu eða sérstaklega hvernig hún vinnur breytingar á henni. Við þurfum að fylgja þessu eftir. Þetta eru hagsmunir, ég myndi að halda þetta að vera hagsmunir upp á kannski á hverju ári sem taka miða vísitölu neysluverðs upp á 2-3-falda landsframleiðslu. Já, svo mikið undir. Já, og þetta er bara breytt með einhverju pennastriki niður á Hagstofu og engin veit út af hverju. Og eitthvað fólk sem við veitum ekki hvað er heldur? Nei. Við þurfum að kalla það fólk hérna í þáttinn kannski. Já, þú getur eitthvað spurt það annað sem var hans skemmtilegt, en núna var flokkum vísitölu neysluverðs breytt. Þannig að liðurinn áfengi og tóbak hvað nýtt nafn. Og áfengi, tóbak og fíkniefni. Og það eru margir að velta fyrir sér hvernig starfsmenn Hagstofunnar fylgjast með verði fíkniefna. Við skulum fylgja því líka eftir. Ég skal gera það með glöðugeði. Sólveig, vísitala neysluverðs og verðbólgan, þetta er hlutur sem að þið hafið miklar áhyggjur af gagnvart ykkar félagsmönnum. Já, þetta er auðvitað mjög slæm tíðindi. Þegar við undirrituðum kjarasamningana í mars 2024, að fara bara með 2 ár, þá var það auðvitað okkar svona einlæga von að þeir myndu hafa þau áhrif að verðbólga færi að lækka og í kjölfari myndi þá Seðlabankinn fara í vaxtalækkunarferli svokallað. Þetta byrjaði ágætlega þarna fyrst sinn og við vorum vongóð en svo hafa hlutirnir breyst og þessi nýjasta tala sýnir auðvitað fram á það að við erum alls ekki á góðri leið. Nú er í haust önnur endurskoðun kjarasamningana í vændum og eins og staðan er núna þá er ýmislegt sem bendir til þess að þeir gætu í raun losnað. Getur útskýrt fyrir áhorfendum hvernig það ferli er og hvaða þættir þetta eru sem að þið horfið til? Já, það er þarna starfandi svokölluð forsendunefnd. Hún er mönnuð fulltrúum frá Samtökum atvinnulífsins og fulltrúum frá Alþýðusambandinu og það er hennar hlutverk að leggjast yfir þessar hagtölur og skoða einmitt hverjar þær eru og verkefni þarna næsta haust verður að skoða verðbólguna, hvernig hún er þá til 12 mánaða og svo hvernig hún er þá frá mars og fram í ágúst og þetta eru 2 mismunandi viðmið sem að þarf að skoða. Og fari svo að þessar forsendur standist ekki, fari svo að verðbólgan sé ekki í takt við viðmiðin sem að sett voru, þá opnast möguleiki á því að bæta í samningana með einhverjum hætti eða einfaldlega að segja þeim upp og vera þá komin á þann stað að verkalýðsfélögin eru ekki lengur undir friðarskyldu, að við erum þá bara komin í eiginlegar samningaviðræður eins og þær fara fram með þá öllu sem því fylgir og þeim möguleikum sem að þá opnast fyrir félög eins og Eflingu til þess að beita verkfallsvopninu. Ég batt miklar vonir við að þessir samningar gætu haldið í þessi ár sem að þeir voru gerðir til. Þeir eiga ekki að renna út fyrir en í janúar 2028 og ég batt miklar vonir við það að okkar mikla ábyrgð sem við sýndum þarna í að skrifa undir kjarasamninga með fremur hófstilltum launahækkunum yrði til þess að atvinnurekendur og hið opinbera myndu fylgja okkar góða fordæmi. Því miður hefur það ekki orðið raunin. Að það er mikið launaskrið á bæði almennum og opinberum markaði sem að segir okkur það að það er verið að hækka laun verulega umfram það sem að samið var Og launaskriðið er í raun og veru mælingin á því hversu mikið launin hækka umfram það sem samið var Já. Þannig að það er til staðar. Svo eru fyrirtæki búin að velta hækkunum út í verðlagið, þannig að þar hefur enginn haldið neitt að sér höndunum og svo kemur til viðbótar við það að hið opinbera, bæði sveitarfélögin og ríkið eru að hækka gjöld og álögur á fólk og þarna bara dregst upp mynd sem er mjög ömurleg fyrir okkur sem erum að gera kjarasamninga fyrir og með verka- og láglaunafólki. Þar sem að við riðum á vaðið, vonuðum að aðrir myndi fylgja í kjölfarið, vonuðum að þetta myndi duga til þess að breyta þessari ömurlegu atburðarás, en það gerðist alls ekki. Launaskriðið ekki að eiga sér stað hjá þínum hópum líka?
Það eru stórir hópar eflingarfólk sem eru einfallega á töxtum. Þar verður aldrei neitt launaskrið. Svo eru auðvitað hópar á almenna markaðnum sem eru á einhvers konar markaðslaunum og þar getur auðvitað átt sér stað einhvers konar launaskrið en umfram laun hjá eflingarfólki eru oft á tíðum bundin inn í mætingarbónusa og alls konar svona útfærslur en þessi stóri hópur verkafólk sem bara á verðstrípuðum töxtum, hann fær aldrei neitt launaskrið. Við vildum, svo ég haldi áfram að svona horfa tilbaka og útskýra okkar aðferðafræði, þá vildum við Efling, SGS og það voru þarna fleiri innan Alþýðusambandsins tilbúnir í þá vegferð að semja krónutöluhækkanir eins og við gerðum í lífskjarasamningunum. Þá skiptir ekki máli hvort þú ert láglauna kona eða hálauna karl, þá ertu að fara að fá sömu krónutöluna. Og þetta varð til dæmis til þess í kjölfar lífskjarasamningana að kaupmáttur verka og láglaunafólks hann jókst umfram kaupmátt annarra sem að ég hefði talið að væri gott í samfélagi eins og okkar þar sem við viljum ekki of mikla stéttskiptingu og við viljum ekki of mikið óréttlæti, það eitur í svona litlu samfélagi. Við erum með meiri launajöfnuð hér heldur en nokkur öðru landi í heiminum, ekki? Já, það náttúrulega að draga á milli. Það að draga á milli og það auðvitað margt og það kannski önnur umræða, margt annað sem að spila þarna inn í. Vissulega eru laun á Íslandi há í alþjóðlegum samanburði en hér líka verðlag mjög hátt og húsnæðiskostnaður gríðarlega hár. Við vildum nota þessa sömu aðferðafræði þegar við fórum inn í síðustu kjarasamninga en það var engin leið fyrir okkur að koma því í gegn að samið yrði krónutöluhækkanir. Samtök atvinnulífsins vildu það ekki, opinberu félögin vildu það ekki og valdamiklir hópar innan Alþýðusambandsins vildu það ekki og þrátt fyrir að verkalýðshreyfingin vilji ekki tala það þá tel ég ljóst að þegar að þú veitir fólki sem að þegar með mjög há laun, þegar með mjög mikið pláss fyrir mikla neyslu, auknar launahækkanir, þá auðvitað tekur það þátt í að knýja hér upp verðbólgunni. Ég held að það sé bara augljóst þannig að þessi aðferðafræði sem við vildum nota, ég held að hún hefði hjálpað mikið til við að svona tempra aðeins stemninguna. En svo gerist það líka að stuttu eftir að við erum búin að gera þessa kjarasamninga, einhverjum það byrja kannski hálfu ári seinna, þá samið við kennara miklu hærri hækkanir en það sem við fengum. Þannig að það gerist raunverulega á fremur skömmum tíma að þau sem hefðu átt að vera tilbúin til þess að koma með okkur í þessa vegferð sýndu með mjög afgerandi hætti að þau voru það ekki. Sveitarfélögin hafa borið sér mjög umlega eftir kennarasamningana og kennarreyndar hinnum fallna borgarstjóra Heiðbjörg Hilmisdóttur, formanni samtaka sveitarfélaga frá þeim tíma eiginlega það. Er það ekki rétt? Ég náttúrulega þekki ekki og var ekki á staðnum þegar þetta gerðist, en maður hefur heyrt ýmsar sögur þetta og ég hefur nú sagt áður að ef Efling hefði farið fram með viðlíka verkfallsaðgerðir og viðlíka taktík í verkföllum eins og kennararnir gerðu, þá hefði nú ýmislegt verið sagt og ég held ekki að Eflingu hefði þá verið launað með verulegri umfram hækkun. Ég held að atburðarásin hefði verið einhvern veginn öðruvísi. En þú veist, kennararnir, það svo sem ekki þeim að kenna vegna þess að þeir eru þarna þetta bara ganga eins langt og þeir telja sig komast og þeir komast þetta langt og svo eru bara ýmsar aðrar hálaunastéttir sem eru bara alltaf tilbúnar til þess að ganga lengra, ganga á vaðið og svo eru það þá auðvitað fyrirtæki eigendurnir sem að halda ekki línuna og eru bara að taka þátt í því að ýta hér undir þetta launaskrið. En með svona samningum eins og kennararnir gera þá verður þetta rjúfa friðinn sem hafa verið að reyna að skapa, þannig að menn bera þetta ábyrgð í því tilliti. Já, ég meina þeir sem auðvitað bera ábyrgðina þarna eru að mínu viti við semjendurnir vegna þess að auðvitað mun launafólk alltaf reyna að sækja fram en já, það er auðvitað mjög leitt að það hafi ekki náð að myndast svo stóra og viðtaka sátt sem að við vorum að vona að myndast þarna þetta módel. Það hefði gerst ef að kennararnir hefðu haldið eftir á sér. Já, launaskriðið eins og við sjáum það teiknast upp, nei, segir annað, þeir eru ekki eini hóparinn. Nei, ég er að tala samningana sérstaklega. Já, þetta var ekki góð vegferð á þessum tímapunkti til þess að fara í af hálfu við sem enda kennara þarna. Þetta voru að mínu viti mikil mistök og bara svo ég svona botni það, þá hef ég svo sem sagt við fulltrúa Reykjavíkurborgar hvað haldið þið að gerist þegar Efling kemur aftur í kjarasamninga næst, að sjálfsögðu erum við að fara að sækja þessar hækkanir. Þið munið ekki treysta heldur orðum það að menn muni halda þessari línu. Og við munum þurfa að sækja þessar hækkanir. Ég get ekki gert annað. Þórður, þú heyrir hvað formaður þessar risastóra stéttarfélags segir. Hvernig sýnist þér hausti liggja? Nú eru menn að segja já, það er sennilega munn og verðbólga hérna á næstu vikum.
Verður allt fallið í ljúfa lög þarna í september? Nei, ég held að svo mynd sem að Sólveig er teiknaðan upp að jafnvel þó að kjarasamningar losna ekki í ágúst að þá breyti það svo mikið stöðunni, heldur ítu við henni á undan okkur en líka það sem eins og ég skilða allana, ég er náttúrulega ekki sérfræðingur í kjaramálum en það sem hún er að lýsa er bara það sem að þegar Jónas Haralds greindi verðbólguvanda Íslands að íslenska verðbólgan er alltaf deilur tekjuskiptinguna, það er mismunandi hópar, það er ekki sátt þeirra á milli og svo þegar að myntin sem að er samið með krónan að hún er þar að auki óstöð, þú veist ekki hvað kaupmátt þú átt að semja þá ítir það ennþá meira undir þetta sem við kallaðum höfrungahlaupi mismunandi hópa en ég held að ef við horfum á þetta núna og þessi miklu vonbrigði sem að verðbólgumælingi var að ég held að það sé ekki að breyta því að hagkerfið sé að fara inn í kólnun hins vegar hlýðrar þetta ferlinu töluvert og þetta hlýðrar því að Seðlabankinn geti hafi nokkur svigrúm til þess að lækka vexti bæði venni sem ég sagði á fastskattvísitöluna án húsnæðisliðar og svo er verðbólgan á breiðum grunni, það er ekki forsendur til vaxtalækkana en það er Seðlabankinn þyrfti að geta gert út af hinni hröðu kólnun sem Já, en síðan er að verða kólnun, við erum að sjá það núna að verða kólnun á húsnæðismarkaði og húsnæðisverð mun sennilega að lækka að nafnvirði og ekki bara raunvirði. Við erum að sjá þessi áföll sem hafa gengið yfir atvinnulífið og atvinnuástandið en þá eru þetta vont að vera á sama tíma í bullandi verðbólgu og Seðlabankinn getur ekki brugðist við. Nú svona Daði Már Kristófersson þegar hann fylgdi fjárlagafrumvarpinu úr hlaði og ég held að þetta sé honum persónulega mjög mikil vonbrigði. Þá lagði hann mikla áherslu á að fjárlögin yrði að spila með verðstöðuleika og ég held að hann hafi raun og veru viljað það en hins vegar held ég að þetta er svona að andinn er reiðubúið en stjórnarsamstarfið er í raun og veru veikt þegar þú ert með 3 flokka stjórn og þetta sætta svona mörg sjónarmið þá er alltaf langt auðveldast að henda peningum í málið. Þeir auka ríkisútgjöld milli ára 9%? 143 milljarðar og 9% og þau byggja þarna á forsendum, til þess að þeir byggja á forsendunni 1,8% hagvöxt sem þeir hafa frá Hagstofunni en Seðlabankinn treystir ekki spám Hagstofunnar og Daði var að skipta yfir í hagspár Seðlabankans núna en vildi samt sem maður ekki segja hann treysti ekki spám Hagstofunnar, þetta er mikil krísa greinilega sem í þeirri litlu 100 manna ríkisstofnun en þannig að og svo er það spá 4,2% atvinnuleysi og það er því miður töluverðar líkur á að hagvöxtur verði töluvert minni en 1,8% og ég óttast að atvinnuleysi verði meira en 4,2% og það þýðir það að forsendur fjárlaga mun ekki standast og það er nú þegar þannig að hallinn á fjárlögum er 28 milljarðar en fjármagnsjöfnuðurinn lánsfjárjöfnuðurinn hann er mínus 80 milljarðar þannig að þeir þurfa að sækja, þeir ætla að minnka reiðufé sem ríkið á 40 milljarða og gefa út nýskuldabréf fyrir 40 milljarða og það er töluverð hætta á að þessi talamun þurfa að aukast og auka enn frekar vaxtagjöld ríkissjóðs með því að halda vöxtum háum og mikið framboð á skuldabréfum og vaxtagjöld ríkissjóðs eru áætluð í ár 125 milljarðar og 50 stærstu útgjaldaliðurinn. Þetta er rosalegar upphæðir. Þú nefnir atvinnuleysið, Sólveig, við fengum fréttir fyrir vikuna því að það var að segja upp stórum hópum í íslenskri erfðagreiningu og Alvotek og maður heyrir af uppsögnum þó það rætt ekki endil í fjölmiðla, kallast ekki hópuppsagnir en það er verið að tína út 2, 3, 4 hér og þar. Hvað segja ykkar hitamælar þetta þegar við horfum yfir hagkerfið? Já, við höfum töluverðar áhyggjur af auknu atvinnuleysi, það er náttúrulega enn sem komið er mest á Reykjanesinu og ekki orðið kannski svo áberandi hér á höfuðborgarsvæðinu en við sjáum þó í Eflingu að það er félagsfólki okkar sem að starfar í hótelbransanum og veitingabransanum því fer fækkandi
og það atburðarás sem að hófst fyrir kannski svona tæpum 2 árum og í gangi og það bara fækkandi á milli ára í þessum hópi og raunverulega þegar við skoðum félagatalið þá sjáum við í næstum því öllum atvinnugreinum að það fer fækkandi. En við erum auðvitað félag vinnuafls höfuðborgarsvæðisins þannig að við fylgjum auðvitað hagsveiflunni alveg sko. Hún sést alltaf í félagatalinu með mjög skýrum hætti en það ljóst að það eru færri greiðandi Eflingar meðlimir nú en voru fyrir ári síðan. Hvað segir stöðu atvinnuleysis? Ég meina, þið hljótið hafa verulegar áhyggjur af því ef að atvinnuleysi fer að tikka upp hérna. Það mjög slæmt fyrir okkur og það mjög slæmt og nú tala ég hér bara hreinskilnislega vegna þess að ég bara trúi því að það sé gott og eðlilegt að við séum bara alltaf að segja hlutina eins og þeir eru. En það mjög slæmt fyrir félag eins og Eflingu að fara til dæmis fram og ætla sér að fara í harðar aðgerðir þegar það sístækkandi hópur atvinnulausra. Það gefur bara auga leið. Við erum þarna að fara að semja bara verð vinnuaflsins og þegar það stór hópur af umfram vinnuafli sem hefur ekki aðgang að vinnu, þá vandast auðvitað málin fyrir okkur í okkar hörðu kjara baráttu og það þá spurning bara hvert við munum svona beina sjónum okkar. En staðreyndin auðvitað líka svo að það hefur auðvitað flutt til landsins þegar að hagsveifla var á uppleið mikið af erlendu vinnuafli og eitthvað af þessu fólki auðvitað fer þá annarkvort til gamla landsins aftur eða til þá annarra landa þar sem að staðan betri. En ekki búið að pumpa bótakerfið þannig upp að þú ert bara í betri stöðu hér á bótum heldur en í þessum heimalöndum þar sem að víða bara mikill herpingu líka? Sko það auðvitað eðli þessa módels frjálsflæðis að láta verkafólk hlaupa og elta vinnuna á milli landa. Og það til dæmis ein af ástæðunum fyrir því að ég ekki hrifin af módeli frjálsa flæðisins vegna þess að mér finnst það ekki eðlileg meðferð á fólki að þurfa að búa við aðstæður eins og þessar. Við viljum auðvitað fá að búa í landinu okkar með trygga og góða atvinnu þar sem að við þekkjum menninguna og söguna og tilheyrum þjóðinni. Ég held að það sé alveg augljóst. Ég held að á þessu landi, sökum þess hversu dýrt það þá ekki auðvelt eða gott fyrir nokkra manneskju að komast hér af á atvinnuleysisbótum. Þannig að jafnvel þó að bótatíminn hafi verið lengdur svona og jafnvel þótt að ávinnslutíminn hafi verið svona stuttur, þá held ég að það sé alveg ljóst að einhver hópur fólks fer samt annað. En auðvitað alltaf einhverjir sem í fyrsta lagi bara hafa sest hér missa atvinnuna og bíða auðvitað bara eftir því að fá næstu vinnu og það auðvitað langstærstur hópur eflingarfélaga, fólk vill hafa vinnu og það fólk sem hefur hingað komið kemur hingað til að vinna, ekki til þess að hanga á bótakerfinu. En svo auðvitað þessar fyrirætlanir hjá stjórnvöldum að stytta bætur. Ég hef talað þannig og ég hef ekki uppskorið vinsældir innan hreyfingar vinnandi fólks fyrir að segja þetta en ég kosti mér ekkert sérstaklega vinsælðar þannig að það skiptir ekki miklu máli. Mér finnst allt í lagi að lækka bótatímann. Hann var og núna ennþá 30 mánuðir styttan. Það mjög langt. Og við viljum ekki vera í landi þar sem atvinnuleysi helst hátt lengi þannig að það þurfi að vera með svona langan bótatíma. Við viljum að það sé gripið til markvissa aðgerða til þess að tryggja að það sé ekki stór hópur í svona litlu samfélagi sem að þjáist í atvinnuleysi. Þannig að ég alveg tilbúin til þess að fallast á þessar hugmyndir stjórnvalda að stytta tíman en þær bollaleggingar sem að stjórnvöld eru með ávinnsluna, þær eru allt of brattar. Það verið að hækka ávinnslutíman allt of mikið. En já, kannski þá stóra sagan svo að hér má ekki vera of mikið atvinnuleysi of lengi. Svona lítið samfélag eins og okkar bara ber það ekki. Það gengur ekki að stjórnvöld hugsi, já við getum bara haft bótatíman lengi, við þurfum ekki að gera eitthvað annað, við viljum aðgerðir sem að koma fólki í vinnu, einhverjir munu fara heim til sín, en ef að við erum hér að sigla inn í langvarandi vandamála ástand, þá auðvitað þurfum við að hugsa hlutina með mögulega nýjum og hugrökkum hætti. Eins og Þórður nefndi, Kristrún sagði í kosningabaráttunni eins og frægt orðið, ég með sleggjuna, ég ætla að keyra niður verðbólguna, ég ætla að lækka vextina,
Við verðum miklu ábyrgar í ríkisfjármálum og öllu þessu. Þetta hefur ekki staðist. Þetta hefur ekki staðist og þegar ég og út frá mínum bara pólitísku skoðunum og hagsmunum eflingarfólks hugsa það hvernig við eigum að nota ríkisfjármálin, þá eigum við auðvitað að sjá til þess að þau útgjöld sem eru til staðar nýtist þeim sem að þurfa á þeim að halda. Við eigum ekki að fara í aðgerðir sem einhvern veginn flæða yfir alla og við eigum ekki að nota ríkissjóð með þeim hætti að hann sé einhvern veginn opinn fyrir alla. Það á að nota ríkisfjármálin og ríkissjóð sem jöfnunartæki. Það á að nota það svigrúm sem til staðar til þess að bæta tilveruskilyrði verka- og láglaunafólks og barna þeirra. Því miður hafa þessi stjórnvöld ekki sýnt fram á að þau hafi sérstakann áhuga á því og það er auðvitað mjög miður og það líka gerir það að verkum að þegar við förum í kjarasamningsviðræður, hvenær sem það verður, hvort það verður næsta haust eða veturinn 2028, þá munum við þá þurfa enn einu sinni að koma með launakröfur fyrir hönd okkar félagsfólks sem eru bara töluvert miklar vegna þess að stjórnvöld vilja greinilega ekki leggjast á árarnar með okkur í húsnæðismálum og öðrum málum sem að varða velferð þessa fólks til þess að liðsinna okkur þar og þá höfum við engan annan stað til þess að leita á heldur en til fyrirtækjana til þess að krefja þau þá þeim mun hærri launahækkanir. Þórður, hvernig blasir þetta við þér? Já, ég held að sko ef við byrjum með erlenda fólki sem vinnur hérna, við þurfum þetta þessi líka að hugsa þannig að margt þessu fólki, svo Sólveig nefndi, komið hérna og setja sena af og bara verður bara Íslendingar. Við erum þetta líka á mörguleiti bara að vera komin í samkeppni við þessi ríki verðan þess að að laða til okkur þetta fólk verðan þess að við horfum til þess bara á þau lönd í Evrópu þar sem hafa orðið mestur lífskjarabati undanfarin ár, að þá eru það Pólland, Rúmenía og Eystrasaltsríkin, þar sem mikið af fólk kemur og bara lífskjör fólk hefur tekið algjörum snakkaskiptum. Og þannig að það held ég og ég held það alltaf að það er þrennt sem algjörlega nauðsynlegt skilyrði til þess að halda einhver svona samfélagslegan frið og það er ekki nægjanleg en þau eru algjörlega nauðsynleg og það er að halda verðstöðugleika, það er að hafa sæmilega fungerandi fasteignamarkað og það er að hafa gott atvinnustig og því miður þá er það þannig að ég segir að það eru blíkur og lofti með þetta allt þrennt núna og þannig að þá gerir það kjarasamningana alveg burt sér frá öllum persónuleikendum það er bara alltaf mjög erfitt ef ekki ómögulegt að ná friðsamlegum og góðum og í raun og veru bara skynsamlegum kjarasamningum við slíkar aðstæður. Ég tek undir þetta og ég bæti þetta við sterkt velferðarkerfi. Þeir innviðir þurfa auðvitað að vera til staðar og þeir fara auðvitað hrörnandi líka sem er ömurlegt. Ef að svo fer að kjarasamningarnir verða lausir næsta haust og við þurfum aftur að setja sér samningaborðið og finna leiðir. Þú ert að tala núna. Já, finna leiðir til þess að bæta í þá, til þess að það þurfi ekki alveg að fara með maskinuna alla af stað. Þá myndi ég segja að best og skynsamlegast væri að bæta í þá en bara til verka- og láglaunafólks. Aðrir sem eru ofar í tekjustiganum þyrftu þá að sætta sig við það kæmi ekki viðbætur til þeirra en hvort að það verður hægt að ná nokkurri sátt innan hreyfingarinnar út í samfélagið aðferðafræði eins og þá er erfitt að segja til Verður ekki til launaskrið óhjákvæmilega þú tekur neðsta hópinn og hækkar hann þá fer hann upp í gólfið hjá næsta hópi þar fyrir ofan sem segir, ég er hér með sérþekkingu eða sérhæfðu starfi, ég ætla ekki að vera á sömu launum og ófaglæri verkamaðurinn og þannig fer það í tröppugangi upp. En þá opnast bara þessi stóra spurning, hvað er stærsta hagsmunamál okkar? Er það að ná verðbólgunni niður
og fá þá vaxtalækkunarferli af stað, eða það að manneskjan með sérfræði menntunina geti glaðst yfir því meðan að auka peningarnir fuðra bara upp í verðbólgubálinu. Þú sagði til varnarkennurunum áðan að launamenn sæktu alltaf þær launabætur sem þið geta en svo ertu að gera kröfu til þess að einhverju tilteknu hópa gera það ekki. En það var ég að segja að það væri mögulega fremur ólíklegt að þessi aðferðafræði fengi nokkuð hljómgrunn, en ég samt að segja að þetta það sem ég teldi að væri rétt að gera og sú skoðun, hún breytist ekki þrátt fyrir það aðrir koma og segja nei, það kemur ekki til greina að gera þetta. En hefði þá verið rétt af kennurunum í samningunum sem að þú vísaði til að fara ekki fram á það launahækkanir sem að þeir náðu í gegn? Já, ég hef alveg lýst þeirri afstöðu yfir að ég taldi þá þegar að það kom í ljós að þeir voru að fara að fá þessar umframhækkanir og til enn að það hafi ekki verið góð leið til þess að fara. Samt segir það sé viðsemjendum þeirra að kenna að þetta hafi... Já, þeir fengu að komast upp með, nú er ég bara að grafa hóluna mína, ég ætla ekki að fara of langt ofan í hana, en þeir fengu að komast upp með það að nota til dæmis taktík sem að ég hefði aldrei fengið að komast upp með, mjög furðuleg verkföll, mjög handahófskennd og uppskáru þá þetta. Og hver ber ábyrgðina? Ég meina, embætti ríkissáttasemjara ber ábyrgð, kennararnir ber ábyrgð, en viðsemjendurnir bera auðvitað á endanum ábyrgðina. Þegar maður hlustar á þetta, þá bara veltir maður fyrir sig, þarf ekki annað að tvenna að gerast, annars að verkalýðsforystan komið sér saman og hreyfingin komið sér saman þá einhver struktúr. Nú eða bara þetta gengur ekki upp og það bara fara að taka vinnustaðsamninga. Það sem að við reyndum að gera þarna 2024 var einmitt þetta. Við vildum að við kæmum öll saman í þessa vegferð og þetta verkefni og það var von sem að lifði í einhver tíma þangað til að hún svo steindrafst og ég til augljóst á þessum tímapunkti út frá sjónarhorn Eflingar, við getum ekki aftur farið í sambærilega vegferð og við fórum þarna. Við vorum að vona að það væri hægt að koma af stað einhvers konar sátt, sem við vildum kalla þjóðarsátt, mér fannst það nú kannski fulllangt gengið, en einhvers konar sátt á vinnumarkaði hvaða leið ætti að fara. Það var engin stemning fyrir því og við förum ekki aftur þá leið, það mun aldrei ganga. Varðandi það hvað þurfum við að breytast, þá það mínu viti ljóst að það þetta ýmislegt sem þarf að breytast, en aftur hvaða leiðir eru færar, það bara mjög takmarkaðar leiðir færar. Staðreyndin sú að láglauna konan, ræstingakonan með 500.000 á mánuði og hálauna karlinn með kannski 2+ á mánuði, þau njóta nákvæmlega sömu réttinda þegar það kemur að lögunum um stéttarfélög og vinnudeilur. Þau hafa allan saman samningsréttin og þau hafa allan saman verkfallsréttin. Þannig að hvað gerist þá þegar að láglaunakonan og félagar hennar eru búin að skrifa undir kjarasamninga, færa þessar fórnir sem þau voru þarna tilbúin til þess að færa, að semja hófstildar hækkanir, þá koma hinir ekkert og stilla sig, þá koma þeir bara og sækja meira. Þannig að hverjir eiga þá að reyna að axla einhverja ábyrgð og bera hana? En hvernig samtalið? Á verkafólkið að gera það, eða hægt að ætlast til þess að þeir sem hafa nú þegar allt til alls, axli kannski örlítið meiri ábyrgð en þeir gera nú þegar? Hvernig samtalið innan verkalýðshreyfingarinnar? Nú þetta mjög ólíkir hópar innbyrðis. Það mjög hálauna fólk í ákveðnum félögum, lægra launa fólk í öðrum. Maður hefur fylgst auðvitað með svona einhverju vendingum í samskiptum ykkar Vilhjálms Birgissonar og Finnbjörns A. Hermannssonar sem þetta virðist vera horfinn, hefur eitthvað séðan undanfarnu forseta Alþýðusambandsins? Já, ég hitt hann alveg. Já, það heyrist ekkert í honum þrátt fyrir alla þessa verðbólgu. Ég held að hann hafi nú verið einhverju viðtali á þann. Já, það ég fyrir að fletti því upp. Hvernig upplifur samstöðu í þessum hópi eða eru brestir í þessu? Þetta bara þessi stéttskipting sem auðvitað eitrar allt okkar samfélag að mínu viti, hún auðvitað til staðar þarna líka og hún auðvitað til dæmis ástæðan fyrir því að það ekki hægt að ná samkomulagi að semja krónutöluhækkanir vegna þess að hærri launuðu hóparnir, þeir skoða málefnið ekkert endilega út frá því bara einmitt hvaða vegferðir hægt að fara saman í til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu, heldur hugsa þeir málin út frá því hversu mikið bilið á milli mín og ómenntuðu láglauna kerlingarinnar, það orðið of lítið og þá fyrir kjarabaráttan að snúast að bilið skuli breikka og margir hópar, til dæmis eins og BHM, segja þetta bara
algjörlega hreint út. Þetta var bara málflutningur forystu BHM fyrir síðustu kjarasamninga. Bilið er orðið og lítið, það verður að breikka það. Og þegar þetta fólk segir að það eigi að meta menntun til launa, þá það bara það sem það þýðir. Það þolir ekki að verkafólkið sé að færast of nálægt og það tilbúið til þess þá að fórna samstöðunni að ná hér niður vöxtum og verðbólgu til þess að tryggja að bilið sé nægilega breytt. Það bara staðreynd. Menntun þetta þvæla til fólk sem hámenta sem að maður myndi aldrei láta sér þetta í höfuðborgarlaun sko, þannig að ég skil ekki þá þvælu. Ég ger ekki lítið um menntun, ég skil að við verðum að hafa haft menntunarstig og við viljum auðvitað hafa menntaða einstaklinga. En hvað er stóra markmið? Er það að hér sé alltaf ólga á vinnumarkaði, að hér sé alltaf allt á leið í verkfall? Er það ekki bara ólga á vinnumarkaði? Þetta er hér sé verkafólk alltaf í þeirri stöðu að þurfa að bera þyngstu byrðarnar þrátt fyrir að halda hér hagvextinum gangandi og umönnunarkerfunum uppi, eða er hægt að finna einhverja leið til þess að fá þau sem að betra hafa til þess að sætta sig við að þau þurfa aðeins að slaka á? Ég held að það verði ekki bara hátt raunvaxtaaðhald Seðlabanka sem myndra á ólgunni. Það sé verkfæri sem virkar. Það veist, en það þýðir þá atvinnuleysi sem að við viljum alltaf reyna að forðast. Þeir eru ekki að fara að lækka vextinu núna í næstu viku? Nei. Það er útilokað? Gætu þeir tekið upp á því að hækka þá? Það er ekki útilokað en mér það ekki líklega þessa sviðsmyndin. Að þeir reyna að halda... Já, sko, reyna að horfa kannski aðeins í gegnum þessa... Þetta er mjög óvanaleg mæling þegar svo er það á mánuður í næstu ákvörðun og lækkar svo sem aldrei þá heldur en þá sjá þeir svona kannski betur hvernig spilast úr þessu. Það voru ríkið aðeins sest. Það er ríkið aðeins sest og þannig að ég myndi halda að ef við væri á þeim buxunum að hækka þá myndi bíða fram í mars en mér finnst ekki líka sviðsmyndin en langt í frá útilokuð. Eitt aðeins afturvarðandi samstöðuna eða samtakamáttin í verkefnishreyfingunni. Það var lítið sést til forseta Alþýðusambandsins í þessari ólgu sem að reyna á í hagkerfinu á margan hátt. En á sama tíma hittist miðstjórn Alþýðusambandsins og sendi frá sér fordæmingu yfir handtökun á Nicolás Maduro í Venezuela 7. janúar. Ég hélt bara að 1. apríl væri allt í einu mættur í byrjun janúar. Hvernig stendur því að þið eru að velta fyrir ykkur handtöku á einhverju hryðjuverkamanni í Venezuela þegar þið ættu að vera að velta fyrir ykkur stöðunni í íslensku hagkerfi? Já, okkur er nú ekkert óviðkomandi og ég talaði nú fyrir því ég myndi að Alþýðusambandsins myndi álykta með þessum hætti og stjórn Eflingar Þið kröfðust þess að Bandaríkjastjórn myndi sanna það að hann væri á lífi fyrir Alþýðusambandinu. Við vildum það og við kröfðumst þess líka að honum yrði skilað og ásamt eiginkonu hans. Heldur að fólkið í Venezuela sé betur komið með þennan mann við stjórnvöld? Það er ekki mitt að svara því hér. Fjórðungur þjóðarinnar er flúin. Ég trúi því að í alþjóðastjórnmálum og á alþjóðavettvangi þurfi að ríkja lög og reglur og að það gangi ekki að Bandaríkin fari fram með þeim hætti sem að þau hafa farið fram, ekki bara í þessu máli, heldur frá aldamótum og ekki bara frá aldamótum, heldur meira og minna alla síðustu öld. Maduro er búin að vera að taka fólk að líf og fangelsa án dóms og laga. Frá 2013 þá tókum við völdum hefur hagkerfið skroppið saman 70% það er nú meðal annars vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna og 9 milljónir manna eru á flótta meðal annars vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna sem að auðvitað leika þann leik að koma af stað ólgu í þeim löndum þar sem að þeim mislíkar stjórnar farið. Þetta er rétt, Venezuela var að selja á hverjum degi 700.000 tunnur á dag til Kína, 700.000 tunnur og olíuframleiðslan í Venezuela hefur skroppið saman, það er ekki út af viðskiptaþvingunum, þeir gátu selt alla þá olíu sem að þeir vildu framleiða. En þeir gera það ekki vegna þess að þetta kerfi virkar ekki undir stjórn þessara manna. Það hefur auðvitað mjög mikil áhrif að sitja undir viðskiptaþvingunum árum og árum saman á alla innviði lands og allt kapasitet lands til þess til dæmis að keyra áfram olíuiðnað sem að getur haldið uppi þá þessari eftirspurn frá Kínverjum og öðrum. Það gefur alveg auga leið. Þannig að það er Bandaríkjamönnum að kenna 9 milljóna manna er á flótta frá Venezuela. Já, það er mjög margt Bandaríkjamönnum að kenna í þessum heimi. Mjög margt og þeir bera þarna sannarlega stóra sök. En ástæðan fyrir því að ég talaði fyrir því á vettvangi Alþýðusambandsins og svo innan stjórnar Eflingar að það yrði ályktað þetta mál er sú að
það hlutverk meðal annars hreyfingar vinnandi fólks að reyna að tala fyrir og stuðla að friði í alþjóðasamskiptum því að það bitnar fyrst og fremst á verka- og láglauna fólki þegar að farið fram með offorsi, innrásum og ólögmætum innrásum eins og Bandaríkjamenn hafa gert í Írak, Afganistan, Líbíu og víðar. Hafa Bandaríkin sannað lífsmark á Maduro og konans gagnvart Alþýðusambandinu? Ég held að þau hafi sannað lífsmark á þeim gagnvart heimsbyggðinni allri. Hann geymdur í fangelsi í Brooklyn og verður innan skamms dreginn fyrir dómstóla í Bandaríkjunum á einhvers konar upplognum sökum að hann sé eiturlyfjasmyglari. Það má eflaust segja margt þennan mann, en það í það minnsta ekki hægt að halda því fram að Venezuela hafi verið í framvarðarsveit þeirra sem að senda Bandaríkjamönnum kókaín og fentanýl. Ég vissum að Maduro sé þakkláttur fyrir stuðning Það má vel vera ef hann hefur heyrt af honum, en þetta ekki stuðningur við Maduro. Það mikil einföldun. Nei, þetta stuðningur við það að það regluverk sem að sett var á í alþjóðasamskiptum í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar verði að halda vegna þess að Sama hvað menn gera við þjóð sína. Hvað the alternative? Sama hvað menn gera við þjóð sína. Já, nú höfum við til dæmis hort upp á þjóðarmorð í beinni útsendingu ansi lengi á fólkinu í Palestínu. Þar ekki gripið til þess að fara og vernda það fólk með innrásum og loftarásum eins og til dæmis Bandaríkin og NATO-ríkin hafa logið í að okkur þau hafa verið að gera í Írak og Afganistan. Í Íran? Ertu að segja þeir að fara þar inn? Já, nú búið að drepa 50. Já, ég meina, en þér verður þá mögulega bráðum þá að vonþinni ef hún þá raunverulega að Bandaríkin gerir loftárásir á Íran og með því mögulega hefði þá þriðju heimsstyrjöldina og þá nú ekki mikið gagna því að við sitjum hér og þusum verðbólgu. Þá erum við nú aldeilis komin á annan stað. Af hverju hefur Alþýðusambandið ekki ályktað gegn klerkastjórninni í Íran? Já, ég hef ekki komið með tillögu að slíkri ályktun þar inn. Það getur vel verið að það gerir það einhver annar. Ég ætla ekki að koma inn á vettvang Alþýðusambandsins eða inn á vettvang stjórnareflingar með ályktanir sem að taka þátt í því að gefa Bandaríkjunum byr undir báða vængi í heimsvaldastefnu sem ekki einu sinni gamla góða heimsvaldastefnan, heldur komin á eitthvað upptrumpað stig sem að gæti raunverulega leitt okkur inn í þriðju heimsstyrjöldina. Finnst þér framkoma Bandaríkjamanna alvarlegri heldur en stjórnvalda í Íran síðustu vikur? Mér finnst framkoma Bandaríkjanna á heimsvettvangi mjög alvarleg og ég hef raunverulegar áhyggjur sem bara manneskja í þessum heimi. Finnst þér þetta alvarlegra heldur en það sem stjórnvöld í Íran heimi af því að hér séum við að sigla hraðbyri inn í risastór stríðsátök, mögulega svo stór að við höfum ekki séð sambærilegt frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Finnst þér framganga Bandaríkjamanna alvarlegri heldur en framganga klerkastjórnarinnar í Teheran? Ég tel að framganga klerkastjórnarinnar í Teheran gagnvart mótmælendum sé mjög alvarleg, en það sem að ég vona að geti gerst að mótmælendur í Teheran og klerkastjórnin geti opnað á einhvers konar samskipti og samtal. Það sem ég vona af öllu hjarta að gerist ekki að Bandaríkin hefji loftárásir á þetta land með þeim skelfilegu hörmungum sem að það mun leiða yfir sig, yfir milljónir sem að þar búa, yfir þennan þjáða heimshluta sem að þarf nú ekki á meiri hryllingi að halda. Og við skulum þá líka rifja það upp, það virðist eins og Íslendingar hafi gleymt þessu, að á 9. áratug síðasta aldar það var langvinnt stríð á milli Íran og Írak með skelfilegu mannfalli 70% mannfalli sem að meðal annars var knúið áfram með stuðningi og vopnum til Saddam Hussein gagnvart Íran. Viljum við aftur fara á þennan stað? 70% íbúanna sem eftir í Venezuela eru ósammálaðir og Alþýðusamband Íslands. Ég held að Þórður, hefur þú einhverju við þetta bæta? Ég held að alþýðufólk í þessum heimi viti eftir að hafa fylgst með atburðarás síðustu ára og áratuga að það eru engar verri fréttir fyrir fólk, saklaust alþýðufólk, en þegar Bandaríkin fara að fljúga yfir landi teljandi sjálfu sér trú að þau séu að koma með lýðræðissprengjur. Engar verri fregnir. Segðu fólkinu sem að bjargaði Bosníu 95 var það ekki þegar Clinton... Ég tilbúin til að segja þetta hvar og hvernig sem við hvern sem.
jafnvel í vikulokunum á Rás 1. Jafnvel í viku. Þórður Pálsson, Sólveig Anna Jónsdóttir, takk fyrir frábært samtal hér á þessu góða föstudegi. Takk fyrir mig. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Þetta væri í bakka fullan lækinn að bera. Við minnum á nýju bókina sem við höfum kynnt til leiks. Það er bók eftir Val Gunnarsson, Grænland og fólki sem hvarf, ótrúleg saga. Við ætlum að setja fókus á Grænland núna og það er ekki að ástæðulausu, þið þekkið ástæðuna. Góða helgi.